Það voru komin á 6. lið á dagskrá, Háskólinn á Akureyri, til að biðja varaforstöðum að taka við stjórninni og gefa Til máls tekur fræðslu Hallbjörg Greinsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Háskólinn á Akureyri var stofnaður 1987 að frumkvæði hugsjónafólks í heimabyggð. Boðið var upp á nám í 2 deildum, heilbrigðisdeild og rekstrardeild. Þá fór kennsla fram í 2 stofum í Íþróttahöllinu á Akureyri. 2 skrifstofur starfsmanna voru í Þingvallastræti 23 og fastráðnir starfsmenn voru 4 og nemendur einungis 31. Frá upphafi hefur vöxtur HA verið hraður. Námsframboð hefur aukist jafnt og þétt. Nemendum og starfsfólki hefur fjölgað og ýmsir samstarfsaðilar hafa komið til og skólabyggingar risið. Í dag er boðið upp á grunnnám í félagsvísindum, fjölmennafræði, hjúkrunarfræði, iðjuþjálfun, kennarafræði, líftækni, lögfræði, lögreglufræði, nútímafræði, sálfræði, sjávarútvegsfræði, tölvunarfræði og viðskiptafræði. Haustið 2017 var HA fullvaxta háskóli með nám á öllum þrepum háskólanáms þegar skólinn fékk heimild til að bjóða upp á doktorsnám. Fyrstu doktorsnemarnir innrituðust við skólan í lok árs 2018 og fyrsta doktorsvörnin við skólan fór fram haustið 2022. Á 38 árum, frá 1987 til 2025, hefur nemendafjöldin við skólan farið úr 0 og upp í 2850 og er skólinn nú einn af 3 langstæðstu háskólum landsins. Stærstu hluti nemenda skólans eru fjarnemar en tölverður hópur eru staðnemar sem geta þá búið á svæðinu og spara sér flutning á suðvesturhornið með tilheyrandi húsnæðiskostnaði og ferðalögum. Í dag er vart hægt að gera sér í hugarlund hvernig samfélagi hér ef að HA nyti ekki við. Allir eru held ég sammála að tilkoma Háskólans á Akureyri hafi haft afgerandi áhrif á vöxt Akureyrar og brag samfélagsins, sérstaklega á byrjunarárunum fyrir aldamót. Það má síðan segja að skólinn hafi haft meiri áhrif á konur en karla á svæðinu, sé hort til kynjahlutfalls, starfsmanna og nemenda, en konur er í miklum meirihluta. Það er ekki einungis tækifæri sem fylgja háskólanum fyrir nemendur sem eru dýrmætt, heldur ekki síður fyrir fólk sem vill starfa við háskólan og setjast hér að. En starfsmenn skólans er nú 250, þar af 200 á Akureyri. Þannig hafa margir flutt til Akureyrar gagngert til þess að starfa við háskólan, bæði frá öðrum landslutum sem á eftir nám og dvöl í útlöndum. Þetta fólk hefur síðan látið til sín taka á ýmsum öðrum sviðum samfélagsins. 200 störf við háskóla er ekki svo lítið og skiptir gríðarlega miklu máli fyrir svæðið. 200 manns með mikla menntun hefur mikil áhrif á það hvort annað menntafólk getur hugsað sér að setja stað á Akureyri, líkur sækir líkan og svo framvegis. Hér á svæðinu eru HA helsti vinnustæður fyrir doktorsmenntað fólk. Það má halda því fram að ef HA væri ekki á Akureyri, væri menntunarstig hér lægra, bæði vegna þess að það munar 200 mikið menntaða einstaklinga í 20.000 manna bæ og ekki síður vegna þess að HA hefur útskrifað mörg hundruð einstaklinga sem völdu sér búsetu á Akureyri. Það hefur skólinn átt mikið þátt í að mun auðveldara hefur verið að manna ýmis störf á Akureyri, svo sem störf hjúkrunarfræðinga, leikskólakennara, kennara, viðskiptafræðinga og fleiri. Þessi námsleiðir hafa verið kenndar við skólan. Tilvera skólans hefur stutt verulega við Hátæknisjúkrahús á Akureyri. Hluti af starfi háskólakennara er að stunda rannsóknir. Með tilkomi HA hafa margvíslega rannsóknir verið gerðar á nærsamfélagi skólans sem hefur aukið þekkingu og skilning og gagnast við ákvarðanatöku. HA skipti því miklu máli fyrir Akureyri og Norðurland varðandi uppbyggingu atvinnulífs. Þegar reynt er að fá fjárfesta á frumkvöðla til þess að velja Akureyri er iðulega bent á að í bænum sé háskóli. Jafnvel á Húsavík er bent á að svæðinu sé háskóli þegar Húsvíkingar útskýra kosti iðnaðarsvæðisins á Bakka fyrir áhugasömmum. Það má því með sanni segja að án háskóla væri erfiðara að stuðlaði nýsköpun á Akureyri og Norðurlandi öllu. Nú þegar unnið er að því að sameina HA og Bifröst er mikilvægt að við hér á Norðurlandi stöndum vörðum þá starfsemi sem fylgt hefur skólanum og ekki tapist samfélagsleg verðmæti við mögulega sameiningu. Stöndum vörðum menntun og þekking á þróun á svæðinu. Það hefur skipt sköpum fyrir ungt fólk að geta valið sér háskóla nærri heimili sínu. Háskólinn og starfsemi hans laðar að sér fjármuni í gegnum rannsóknarverkefni og styrki. Stöndum vörð þau 200 störf sem eru hér á svæðinu. Þetta er ein af okkur stóriðjum.
Síðast og ekki síst stöndum vörð ímynd Akureyrar sem mennta- og fræðaseturs. Háskólinn á Akureyri er ekki bara menntastofnun, heldur lykilþáttur í þróun og vexti bæjarins. Ég ætla að fá að lesa, ég ætla svo ekki að hafa þetta lengra, en að lesa hérna drög að sameiginlegri bókun bæjarstjórnar sem hljóðar svo. Háskólinn á Akureyri er burðarás í samfélagi Norðurlands með víðtæku framboði á námi og staðbundinni þekkingasköpun, styður hann við byggðaþróun, jafnræði menntun og nýsköpun á svæðinu. Háskólinn hefur reynst lykill í því að halda ungu fólki í heimabyggð, laða að nýja íbúa og skapa fjölbreyttari atvinnumöguleika. Í ljósi umræðu mögulega sameiningu við Háskólinn á Bifröst er mikilvægt að tryggja að Háskólinn á Akureyri haldi framangreindri sérstöðu sinni og styrk, svo hann geti áfram verið drifkraftur menntunar, rannsókna og samfélagsþróunar á Norðurlandi. Það kom bæjarfundur á öllu upp á Freyðsfirði, gefin aftur á fundunum. Takk fyrir það, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti bæjarfulltrúar, ég er svona að velta fyrir mér að já, öðrum þræði opinbera íhaldssemi mína, ég er ekki alveg sem hvort það er íhaldssemi eða eitthvað annað, en bara til að byrja með. Það er rætt að sameinast háskóla sem er í raun og veru ekki til á þeim stað sem hann er kenndur við. Það er af einhverjum undarlegum ástæðum, þá er rætt að breyta nafni Háskólans á Akureyri og fráfarandi rektori þótti það ekki tiltökum mála að það breytist með einhverjum hætti sem ég held að yrði alvarlegt mál því að það undirstrikar sérstöðu skólans, sérstöðu bæjarins og þann aðdrátt sem bærin hefur, Háskólinn á Akureyri, þetta nafn hefur aðdrátt. Þá velti ég fyrir mér, svona þegar fram í sækir, við sáum hvernig sporin hræði á allt það, við sáum hvernig við farið fyrir Bifröst, sá skóli hefur sogast til Reykjavíkur, þetta mun ekki gerast á Akureyri, það minnst alltaf með sama hraða, en einhverja síður, ef við veltum fyrir okkur hvernig þetta verður í framtíðinni. 2/3 íbúa eru á þessari torfu á Suðvesturlandinu. Það eru auglýstar stöður hér fyrir norðan. 2/3 umsækjenda verða væntanlega þaðan. Við erum búin að nú er ég að tala að eftir sameiningu, við erum búin að opna fyrir ákveðna gátt, þannig að ég sé ekki alveg hvernig á að standa gegn því þegar 2/3 sækja að því svæði að þeir fái þá miklu frekar að búa þar áfram en hér. Ég held að verði ákveðin sókn í það. Mér er það mjög minnistætt þegar stóð til í aðdraganda stofnunar HA 87 hver umræðan var innan HÍ þá allt í einu hlupu menn upp til að handa á fót og ætluðu að fara að stofna það til fjarnáms og hvaðina bara í þeim tilgangi að kæfa alla þá umræðu sem var þá stofnun háskóla á Akureyri. Þannig að þessi viðleitni hún verður, þessi öfugþróun gæti orðið. Þetta hefur bæjarstjórn Akureyrar svo sem ekkert með að gera. Við höfum þarna engin völd. Þannig að þarna mun reyna á eftir sameiningu, þá mun reyna á aðdrátt bæjarins. Það mun reyna á þá innviði sem við höfum, þar sem við höfum að bjóða fólki, aðkomu utan bæjar fólki sem við viljum fá hér að háskólanum. Þannig að við þurfum að búa til og vera reiðubúin með þetta hugnang sem allir vilja sækja í og ég held að við höfum mjög góðan stofn af því að þessum aðdrætti. Við erum hér með íþróttasvæði á landsmælikvarða, við erum með samgöngur sem eru einstakar á landsmælikvarða, frían strætó sem ekki tíðkast annars staðar svo ég viti. Við erum stórefla hér allt sem varðar barnaheimili og fjölskyldur og þetta er það sem blasir við verði af sameiningunni að við, og þetta náttúrulega kemur inn í borgarstefnu líka, að við verðum að leggja skólanum lið með þessum hætti sem leið hagur Akureyrar að gera bæinn, þennan gríðarlega flotta og góða bæ okkar,
enn girnilegri til búsetu þegar fram í sækir til að meðal annars beinlínis að standa gegn þeim þunga, þeim aðdrætti sem 2/3 landsmanna hafa. Það aðdráttur í bara fjöldanum og öllu því sem honum fylgir. Þannig að þetta verður vissulega áskorun og stór áskorun ef að sameiningunni verður fyrir bæinn, fyrir okkur að gera bæinn enn fallegri, betri til búsetu, þannig að við vinnum gegn þessum þyngdarkrafti sem fylgir höfuðborgarsvæðinu. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Jón Hjaltason lokið máli sínu og orðið laust. Fleira ekki hvað sér hljóðst þess að geta samþykkt bókunina, gefum ekki. Það eru öll.